Góða kvöldið. Ég vil kynna til leiks Reyni Smára. En áður en kynni hann frekaði og vil ég benda á þennan unga mann hérna sem stendur við farsíma sinn. Ágúst H. Bjarnason, T3OM, kallar Old Man. Hann hefur þekkt í nokkur 100 ár. Nú hann upptökumaður kvöldsins, en taka upp síma sinn. Það verður fall sem kemur út úr því og sá fall verður gerður aðgengilegur. Þetta ekki beint streymi. Ágúst. Þetta Reynir Smári. Þegar ég var yngri og átti unga syni og einn þeirra heitir hausnum mér, Andrés, það var hann og Reynir best buddies. Þeir töluðu saman torkennilegt mál sem svona eftir á að hyggja hefur sennilega verið eftir sæbandum að stilka lófasæband eða öfugt. Þeir skildu hvern annan fullkomlega. Síðan við liðið nokkur ár. Reynir farið í Víking út í land og hann er kannski ekki annir sér dæmigerður radioamatör að hann hafi heillast að þessu sporti frá unga aldri og dreigið þetta í sig með móðurmjólkinni eins og til að við sumið þeirra sem hérna sitja. Þú má segja frekar að það var allt í með þörf og hann uppfyllti það þörf með miklum glæsibrag. Hann er kominn hérna til að segja frá siglingu sínum út í heim, en hann kann þetta allt miklu betur. Ég gef orðið af þig. Reynir Smári Allarsson. Takk fyrir, ok. Takk fyrir að bjóða mér að kynna þetta fyrir ykkur. Þið veitir miklu meira radíó en ég og ég hef ekkert sérstaklega mikla reynslu af siglingum. Ég ætla að fara í gegnum þetta með ykkur, hvers vegna ég ákvaðist út í þetta og hvernig þetta spilast allt saman. En það sem Andri sagði var, maður sjá, þetta er gert hérna. Þetta er svona rétt á hérna. Þarna. Ég er búinn að skipta erindinu mín upp í 4 hluta. Ég hef aldrei verið með erindi þetta áður. Siglingar og radíó. Það hefur enginn sem ég þekki áhuga á radíói. Og það var gert grín að mér í vinnunni fyrir það. Ég sagði að mér var bara alltaf erindi hérna. Fyrst veist alltaf að mæta, ég er alveg feginn að gera það ekki. En sumir hafa gaman að tala skútur. Og þannig ég tala kannski svolítið meira það. Ég veit líka aðeins meira skútur heldur en radíóið. Og skúturnar er eiginlega ástæðan fyrir því að ég fer að veita radíónu meiri áhuga. Hérna. Þetta byrjar eiginlega hér. Hérna er ég hægra megin og Andrés á vinstra megin. Það byrjar eiginlega hér. Ég var svona að horfa hérna tilbaka einhvern veginn og hugsa af hverju er ég að fara að halda erindi hérna hjá amatörum. Og það eiginlega byrjar þetta fyrir þá 35 árum síðan. Það eru 4 ára. Og ég kannski kemur nú þetta aðeins meira á eftir. En ef við spólum aðeins áfram, þetta er svona svolítið ingangur inn í radíóið, þið verðið bara að halda ykkur fast. Er þú vinstra megin á myndinni, eða hægra megin? Ég er hægra megin, Alli vinstra megin þarna. Hann sagði ég hefði farið í Víking, ég flutti til Ástralíu og var í námi þar. Og þið sjáu hann lækki en ég er hérna vinstra megin með einhverjum félögum hérna. Og með námi þá fekk ég vinnu svona helgar og í fríum hjá fjarskyldum frænda sem ég þekkti ekki neitt. En mér datt í hug og var áhugavert að fara til Ástralíu, ég vissi á þessum frænda. Ég spurði hann hvort ég mætti koma að vinna hjá hann með eitt sumar og svo ílengdist ég hérna og fór í háskólanám þar. Hann á þetta fyrirtæki sem heitir Vækall og ég var að vinna þar, menn ég var ekki í skólanum, þá yfirleitt bara við að pússa og hjálpa þeim við að mála og eitthvað svona, bara handlanga, skiljið. En út af því ég var þarna, þá voru einu sinni nokkrir sem voru að fara á bátasýningu og ég fór með þeim á hana og ég vissi ekkert báta, hafði engan áhuga á þeim þannig séð. En þá sé ég þessa skútu, ég fór inn í þessa hérna gerð, þetta er af MacGregor 26, ég held að sé 1 eða 2 svona bátar hérna á Íslandi. En þetta er svona hvorki fugl né fiskur, þetta er eiginlega lélegur mótorbátur og léleg skúta, þetta er svona, en ég vissi það ekkert þá, mér varst bara heillandi, ég spurði hvað kostar báturinn og hann kostaði minnin í hélt og sportlegur, einhvern veginn með svona 2 gluggum og þetta leit út fyrir að vera svaka tæki.
komst að því síðar að þetta er eiginlega bara svona hobby bátur til að sigla á vötnum. En þarna fór ég svona aðeins að hafa áhuga á skútum. Ég hugsaði, já, þetta er eitthvað sem að ég gæti kannski eitthvað gert og nema síðan á sama tíma þá kom Into the Wild, mjög til þeirri mynd. Hvað heit hann? Magendles, og svo kom tónlistin öll og það hafði svo mikil áhrif á mig einhvern veginn og svo var maður að lesa og ég var bara 22 ára og einhvern veginn var allur uppblásinn einhvern veginn, innblásinn. En síðan kláraði ég námið út í Ástralíu og flytt heim. Ég kynnist Önnu Bryndísi þá og við búum niðri í miðbæ og erum að bara labba miðbæinn oft og erum eitt skipti að labba niður á Reykjavíkurhöfn. Hittum þar mann sem heitir Jonni, þetta er ekki hann, þessi heitir Óli. Hittum Jonna og hann spyr okkur, já, hvað er að skoða skúturnar hérna? Og við segjum, já, erum bara svona eitthvað að spá og vorum ofta að labba þarna og skoða bátana. Ég var komið smá skútudellu. Og þannig Jonni býður okkur að taka þátt í svokallum þriðjudagskeppnum. Alltaf keppt á þriðjudögum þegar kannski set á sumrin fyrir að keyra Sæbrautina, það var urmull á skútum að sigla. Og það er þá örugglega þessar þriðjudagskeppnir. Hann býður okkur að vera með og við erum þá það sem við kalla buff. Við þjónum engum tilgangi í siglingunni nefnum bara að vera þyngd. Þið sjá oft fólk sita svona á hliðinni með lappirnar út fyrir. Það eru buffin. Það er the lowest of the lowest. Við vorum buffin. Og nema síðan er maður búinn að fá að vera nokkur sinnum og síðan kannski vantar í einhver áhöfn og þá fær maður kannski að vera öðrum meginn á framseglinu og fara að gera meira og meira. En hann Óli, hann hjálpaði okkur svo mikið. Hann var ofta að leyfa okkur að koma síðan aukanlega og sigla. Og svo ákváðum við bara að við ætlum bara að gera það. Við ætlum bara að sigla mikið, kaupa okkur skútum í Frakklandi. Og þarna vorum við komin lengra í námi og voru svona að klára bæði. Og það sem við gerðum til þess að undirbúa okkur má eiginlega flokka það svona. Við tókum þátt í öllum þriðjudagskeppnum sem við gátum. Við tókum þetta skemmtibátapróf, síðan til þess að sigla inn í skurðunum í Evrópu. Þá þarf maður að vera með þetta Sevni-próf. Maður þarf það ef maður ætlar að sigla eigin bát, en maður þarf það víst ekki ef maður ætlar að leigja bát, hef ég heyrt. Þannig að við Það er alveg rétt. Ég hef leigt bát út í Frakklandi og við þurftum engin réttindi og hann tók 10 mínútur í að kenna okkur á bátinn og svo sagði hann bless. Já, ok. Systir mín gerði þetta sama sko, en við tókum þetta próf og svo söfnum við pening, leiðum við þarna eins og munkar til að segja fyrir þessu og svo vorum við líka bara að pæla, hvar ætlum við að kaupa skútu, hvernig skútu, hvað getum við keypt og hvað er hentugt fyrir okkur að sigla. Það er mjög hentugt fyrir okkur að sigla í Miðjarðarhafinu og það er aðalega því að það er eiginlega engin flóð og fjara þarna, það er miklu minni en annars staðar og augljóslega er veðrið skemmtilega þægilegt og svo mikið framboð á bátum. Þannig að við byrjum að skoða þetta. Það væri bara mjög fínt ef það eru með spurningar að spyrja bara leið og við þurfum ekki að vera að spóla tilbaka, er það ekki? Er einhverjar spurningar varðandi áður en að við förum inn í góða djúsinn? Já. Hvar gastu tekið Sevni-prófið? Er hægt að gera það á Íslandi? Já, þetta er skemmtilega að segja. Það var allavega þegar við vorum að taka þessi próf, maður upp í tækniskóla sem heitir Kjartan Örn Kjartansson, kok af tskóli.is. Okay. Mikið legend og hann kendi allt þarna varðandi skemmtibátaprófið. Síðan höfðum við samband við hann og báðum hann hvort við gætum tekið Sevni-prófið og senda hann okkur bara PDF-skjal með námsefninu og við tókum svo prófið heima hjá hann. Þannig að það var ekki flóknara það. Skemmtileg að segja af honum Kjartani, því að þegar við fórum í verklega prófið fyrir, það er 2 verklega prófið, eitt fyrir skútu og eitt fyrir vélbáta. Það fór ég í vélbátaprófið, ég tók bara bæði. Hann skaut svartfugl í prófinu, það var fleiri þarna, þeir voru bara beðnir um að taka stímið. Hann er mjög góð skipt að keppir í skotfimi, skaut svartfugl í prófinu sjálfu. Það var svona skemmtileg upplifun sem ég bjóst alls ekki við þegar ég tók prófið. Hvað er það? Við förum síðan til Frakklands. Ég átt á vin sem bjó í Marseille. Hann er franskur, heitir Raphael. Hafði samband við Raphael og baði hann að kíkja á nokkra báta. Hann var búinn að gera það og við vildum náttúrulega skoða það líka sjálf. Þannig að við flugum til Marseille, hérna er Anna Bryndís, áður en að við festum kaup á bát. Við skoðum kannski 10-15 báta í kringum borgina.
En við enduðum svo á að kaupa bát af gerðinni Dufour 2800. Nafnið ruglar fólk á 2800 er ekki, hann er ekki 28 fet, hann er 2800 kíló. Þetta er 2,8 tonna bátur. Hann er úr og laug sem að þýðist á frönsku opnaði auga eða opið auga eða eitthvað svoleiðis. Og þarna sjáum við mynd á honum, fleiri myndir. Hérna er mynd vinstra megin tekin, má kannski slökkva þessi ljós hérna, er það hægt? Eða verður maður að slökkva? Það er ekki slökkt, já það er þetta slökkva þessi verður. Þetta er miklu betra, þetta er alltaf náttúrulega. Já, hérna vinstra megin sjáum við mynd sem við tókum eftir bara sama dag og við gengum frá kaupunum. Og þá er ýmis búnaður sem við viljum bæta við bátinn. Þið sjáum það allmis að hérna er annar beitis við hliðina á henni og þarna erum við búin að setja björgunarbát. Við keyptum VFF-talstöð, við keyptum einhver GPS-tæki og hitt og þetta svona sem við bættum við bátinn. Fólki sem áttan á undan okkur notaði hann aðalega sem sumarbústað. Voru í honum bara kannski helgar og svoleiðis. Og hérna, til dæmis það var ekkert vatn, vélinn til dæmis var klædd með saltvatni og ferskvatn. Það hafði aldrei verið sett ferskvatn á það, þannig að það var tómt til dæmis, þannig að hann vissi það ekki einu sinni. Þannig að við vorum eiginlega að kaupa sumarbústað af frönskum hjónum. Hvað kostar svona? Ég kem inn á það. Hérna sjáum við layoutið á þessum bát. Það geta 5 manns gist í honum, þannig að við erum 2 hérna fremst. Einn verið hér, annar hérna og svo einn hér. Það er salernisaðstaða, þið séu hana hér og svo er lítið eldhús hér sem það þykir elda. Þannig að hún er ágæð, hún er ágætlega stór og hún var svona breið meðvikt, hún er löng og mikið pláss inn í henni. Einn galli er ég er 1,81 á hæð en hún er 1,80 inni. Þannig að ég gat staðið skorða mig, alveg. Það var svona óheppilegu fítust, ég var alltaf aðeins hokinn en það var bara allt í lagi fyrir hana. Veggirnir hérna á salerninu eru mjög þunnir, þannig að það var svona, fólk heyrði oft ef maður var að sigla og fór á klósettið og var einhver inni eða var akkeri og svoleiðis. En að öðru leyti, þá var hún bara snyrtileg og í rauninni fjalla öllu sem við vildum. Kjölurinn á þessari skútu, ég bendi svo á það skiptir máli eftir. Þetta sjáu það, hann er ekkert sérstaklega stór. 2800 kíló er ekkert sérstaklega þungt heldur. Og við sjáum að stýrið hérna, það er frekar berskjaldað, þannig að það er ekki kjölur hérna sem er að verja stýrið, eins og bátur sem kallast full keel. Þessi er ekki slíkur, þannig að hann hentar rosalega vel til strandsiglinga og að vera í Miðjarðarhafinu. Hvað er hann langur? 27 fet, ég glemdi því, þannig að það eru þá 8,23 metrar cirka. Þannig 27 fet. Og Cockpitið passaði stórt og hann var þokkalega vel farinn. Við vorum ekki með, á þessari mynd þetta er svona belgsegl, það kom ekki með og framsegli og svona Genoa sem náði alveg hingað. Þannig að við gátum, já og þessi gerði það líka, það var búið að skipta hana. Það er rullusegl á henni, þannig að við gátum togað seglið út og inn bara úr cockpitinu. Við þurftum ekki að vera að fara eitthvað fram til að toga það niður eða svona, eða slíkt. Þessir bátar voru framleiddir frá 1977 og okkar var framleiddur 77. Það sem að gerðist víst var að menn vissu ekki almennilega hversu þykkt trefjaplastið þurfti að vera, þannig að það var mjög þykkt. Það var bara fínt og þarna sjáum við svona ýmsar upplýsingar hann. Ekki mikið við því að bæta. Það var alls konar viðhald og þetta er svona skemmtilegt að við vorum að læra rosalega hratt. Þetta var svona hraðari lærdómsbrekka heldur en oft áður hjá mér. Því að við vissum þannig séð kannski hvernig átt á siglinni, svona basic, en til að koma alls konar viðhaldi þá vorum við alveg krúleg Og þú veist, það var bara eitthvað svona smá, þetta er bara brotið stykki til þess að halda bómunni, hvernig áttu að skipta þetta, þú veist, botnmálan, það var alltaf eitthvað að fara, það var endalaust. Mér persónulega finnst þetta mjög skemmtilegt. Þetta finnst mér eiginlega vera, það sem ég finnst eiginlega aðlaðandi við skútur viðhaldið. Þannig að maður lærir svo mikið á því. Og það er bara þannig. Ég get ekki,
fólk segir oft við mig að því finnst þetta leiðilegt og mér finnst þetta skemmtilegt. Þetta líka býður mér alltaf upp á að sko kaupa eitthvað betra, uppfara einhvern veginn búnaðinn og já, maður getur einhvern veginn grúskað í dótinu. Þið þekkið þetta kannski að maður vill kaupa sér betur og betur búnað og svona, það á við hér. Hérna er ég að botnmálana, í fyrsta skipti og ekki það síðasta. Hérna sjáum við inn í hana, hérna, það er svona borð hérna sem hægt var að taka niður þegar við vorum að borða. Þess að við erum með gashitara, hérna erum við komin á annan stað í siglinguna, það var orðið kalt, þannig að kemur nú það rétt á eftir. Hér er hurð sem var hægt að opna, þá small hún, þannig að það getur labbað hérna og sofið hérna. Svo ef þið þurftu á klósettið, þá lokuðu henni aftur. Sjáum að hún er bara þokkalega vel farin. Hérna sjáum við aðstöðuna til þess að elda og var þetta sími eða tölvan? Sími. Okay. Hérna er kæluboks, þannig að við vorum bara með ís þar ofan í til þess að kæla matinn. Og svo ferskvatn, við gætum tekið svona 100 lítra af vatni borð í bátinn. Hvað dugar það fyrir 2 ferðalöfum? Við komumst eiginlega aldrei að því. Við kláruðum það aldrei. Við vorum ekki það lengi. Hérna sjáum við skemmtilegt sjónarhorn, hvernig það var oft hjá okkur. Hérna erum við tölvuna, hérna er að skoða heimasíðuna Windfinder sem við notum mikið til þess að skoða veðurspor. En þetta var svona stemmingin hérna inni. Þið sjáum við, þarna erum við Akkeri og hérna eitthvað að bátusa. Þetta loftið þjóður hérna í karminum. Hvar? Hérna? Hurðarkarminum, nei, hinum meginn. Hérna? Gatinu, þetta. Nei, þetta er stæið. Og þetta hérna veit ég, já, nei, þetta hérna er band sem fer upp við bómuna, hún er hérna frá ofan. Svo sé vírið þarna sem gangi að út, þessi. Já, þetta hérna er, já þessi hérna. Þetta er bara rafmagnslega, er þetta hérna? Já. Já, nei, þetta er, veit ekki hvað þetta er. En þetta er ekki loftið. Og hérna sjáum við erum við Akkeri við eyju í Miðjarðarhafinu sunnan við Frakkland sem heitir Porquerolles. Stoppum þar 2 svar. Og ég ætla að sýna ykkur hérna mynd á Frakklandi. Við ætlum að, ég veit ekki hvernig, þið náttúrulega, sko, þessi mynd þjónar 2 tilgangi. Fyrst ætla ég að sýna ykkur sko hvar við sigldum í Miðjarðarhafinu og það er náttúrulega alveg neðst á myndinni. Þannig að þið sem sitja aftast náttúrulega að sjá þetta eðlilega ekki. Og ég ætla að sýna ykkur alveg hérna neðst. Við byrjum í Toulon, það er hérna rétt sunnan við Toulon. Það er skemmtilegt í Toulon að þar er franski herinn með stóra höfn. Þannig að það var skemmtilegt að sjá stór herskip fara inn. Og stundum var skemmtibátum bannað að fara út af því að það voru kafbátar að fara inn og út. Mér fannst það mjög skemmtilegt, svona þrill. En við vorum þar keyptum við bátinn. Svo var planið að, sko, við ætluðum að enda einhvers staðar inni í Frakklandi og við höfðum cirka 5 til 6 mánuði. Þá þurftum við í rauninni að snúa aftur til Íslands. Þannig að við sigldum hérna Toulon og meðfram ströndum hérna með fjölmörgum stoppum. Og við endum með að fara hérna til Nice. Þar snerum við, setjum sömuleið tilbaka, Marseille og svo förum við hérna í bæ hérna sunnan við Marseille þar sem að Rhône rennur út í Miðjarðarhafið, bæ sem heitir Port Saint-Louis. Heldandi Port Saint-Louis, frekar Port Louis. Þar endum við og þar á planið að taka niður mastirinn og sigla inn í Frakkland. Þannig að, og við höfum 5 mánuði til þess að gera þetta. Og hérna sjáum við kort af þessum skurðum í Evrópu. Og við sáum einmitt hérna að hérna er skurður frá Miðjarðarhafinu og við vorum búin að mappa það út og við gátum í rauninni komist alveg hérna reyndar hingað upp í Rhône, nei upp í hérna Le Havre í Norður-Frakklandi. Þannig að við ákvæmum bara að láta reyna á það. Og við spyrjum Já. Hvað kostar cirka mikið að vera eina nótt í höfn í Nice? Það voru alltaf cirka 20 eurur sem kostaði, nema þegar við fórum í Saint-Tropez. Þá fórum við inn og þá voru það 40 eitthvað eurur og við sögðum bara, ok, það er aðeins og mikið, þannig að þá fórum við tilbaka og hentum bara Akkeri. Við reyndum að vera eins mikið á Akkeri og við gátum og svo vorum við með litla töðrur sem við fórum bara í land. Við svo til líka við hittum Íslendinga á stórri snekkju í Saint-Tropez og þau spurðu okkur hvað er það að gera hér? Og við sögum, já, við erum á bát, hann komst ekki fyrir höfninni. Við höfum náttúrulega bát sem passaði á klósetti á dekkinu, sko. Það var skemmtilegt fyrst. Við vorum ekkert að segja þeim að við tímdum ekki borgið höfnina og vorum við Akkeri og komum á töðru inn. En hérna, við vorum með
þennan hérna búnaðum borð. Þetta er EPUB, ég man ekki hvað skammstöfunin stendur fyrir. Örugglega eitthvað emergency eitthvað. En þetta er svona neðabauja. Við vorum nákvæmlega með þessa típu hérna. Og hún sendir upp í hérna, gerfunhöft. Meðal annars staðsendingu, GPS-snit ef eitthvað kemur fyrir. Þetta ásamt WAF-stöðinni var í rauninni, voru þau samskiptatól sem við vorum með ef eitthvað kemur upp á. Og þetta er stöðin sem við vorum með borð. Við skiptum það var, ég man ekki hvort það var stöðuborð eða hvort það var gömul stöðuborð. Við ætlum að keyptum nýja, þessa hérna típu. Og svo virkaði það þannig að við vorum með þessa bók hérna og þegar við fyrir inn í nýja höfn þá í rauninni finnum við bara á hvaða stöð við að kalla inn í höfnina og við fylgdum því bara. Á þessum tímapunkti hafði ég aldrei heyrt neitt sem tengdist radioamatörum eða hafði lítinn áhuga á þessu þannig séð sko. Bara þetta hérna fyrir mér var bara tæki ef eitthvað skildi koma upp á, bjarga öðrum ef eitthvað kemur upp á eða athuga hvort það væri pláss í höfninni. Er skylda þarna að hafa alltaf kveikt á Rás 16? Ég veit ekki hvort það er skylda, það gera náttúrulega allir. Það hlýtur að vera skylda, alltaf skylda hér. Reglurnar þarna virðast vera aðeins lausari heldur en allavega hér sko. Kannski einhverjir sem vita það betur en ég. Verður það ekki þessi gullhúðun á Íslandi? Já, akkurat. Innan hafnar ættur það væntanlega að vera á hafnarbylgjunni sko 12 eða 14. Já. Hvað er innan hafnar? Já, 12 eða 14. Við vorum allavega, þegar vorum að sigla vorum með þessa kveikt á henni á 16. Hérna er hún, þetta er ekki bókin stöð, en það sem við gerðum var, hún býður upp á það, hún gæti líka verið með AIS. Það standir fyrir Automatic Identification System. Information System. Þá tengdum við hana GPS-tæki og þá sáum við hérna á skjánum, það voru svona eins og á radar, þá sáum við aðra sem voru með AIS transceivers og við vorum að senda upplýsingar hvert þeir voru að sigla, nafnið á bátnum og hversu hratt þeir voru að fara og svona. Þá gátum við stilt á viðvörun eða var einhver bátur að koma og nálægt okkur. Við þurftum aldrei að nota það þegar við vorum aldrei að sigla nótt heldur þarna. En það kom aldrei til þess að þetta pípti eitthvað til þess að vara okkur við. En mér finnst þetta bara skemmtilegt, sjá aðra báta og svona í tækinu. En það kom þetta til þess síðar og ég kem hérna inn á það eftir smá stund. Ég var að segja þessu hérna minn því að ég var að fjárfesta í þessu hérna tæki. Já, ég er svona aðeins að, þetta er svona spoiler, ég er að segja ykkur aðeins svo mikið, ég ætti alveg að enda á þessu. En þetta kannski útskýrir líka hvernig AIS virkar, þetta er ekkert þannig séð rocket science en hérna, maður tengir þá inn í talstöðuna GPS-tækið og WAF-ið og þá veit stöðin, ef við erum með AIS receiver, lefur svona merki frá hinum bátunum en sendir ekki upplýsingarna frá þínum bát. Já, þetta er nú skemmtileg mynd því að vinir okkar náttúrulega trúðu okkur eiginlega aldrei að við varum að fara að gera þetta fyrir bara að við vorum mætt í Miðjarðarhafið, byrjuð að sigla og það var bara mjög skemmtilegt. Það bara komu vinir okkar að heimsækja okkur og sigla með okkur og ég get ekki mælt nógu mikið með því. Hérna erum við aftur við Borgarón, Brúnar Sæl. Varðandi kortin um borð, þetta er 2013 og við vorum með forrit sem heitir OpenCPN og við downloadum kortum, fundum þau bara á einhverju Pirate síðu og downloadum þeim bara á harðandisk. Þau tóku fleiri 10 gigabæta og hérna, svo var ég bara með Macintosh-stólunum mína inn í bátnum með GPS-pung tengdan í USB og þannig vorum við að navigata. Það var frekar primitíft, þetta virkaði vel, en gallinn er að maður þarf alltaf að fara inn í bátinn til að kíkja hvar maður er og sérstaklega óþægilegt er að maður er komin í hafnir ef það er til mjög rullt sko, einhver það er alltaf að hlaupa inn og segja nei, við erum komin á nálægt og hvað það er. Þannig að þetta gat verið svolítið erfitt en við bætum þetta aðeins hérna í sögunni. Þannig að þetta svona kannski útlistar sko hvaða svona fjarskiptabúnað við vorum með borð. Það var ekki þannig séð mikið sko. Þetta voru við á frekar tight budgeti sko. Síðan erum við komin hérna,
búin að snúa við og erum komin hérna til Port St. Louis og erum að fara að sigla inn í Frakkland. Og þarna, við byrjum á þetta snemma í ágúst og þarna erum við komin í nóvember. Þannig að það er ekki kalt í Miðjarðarhafinu, það var ennþá alveg frekar þægilegt, en það var byrjað að vera kalt inn í Frakklandi. Og þetta var virkilega óskemmtilegur staður sko, þetta var bara svona iðnaðarhöfn með reyk og það var enginn þarna, þetta var svona, við vildum ekki vera lengi þarna. Hérna erum við að smíða svona X-laga bita til þess að halda mastrinu, svo tókum við það niður og við höfum aldrei tekið masturinn niður áður og það var svona ævintýri fyrir sig því að við vorum ekki með aðgang að krana. Þannig að það sem við gerðum var sko, við vorum með reipi sikkur megin, eitt fór aftur, svo var masturinn látið fara hægt niður og það náttúrulega gekk, eins og maður getur ímyndað sér, þá var náttúrulega bara endað með að detta. Og það datt akkurat á X-inn, öðrum megin. Það blessaðist allt saman sko, en var kannski frekar heimskuleg svona nálgun á hvernig við fórum að því að taka masturinn niður. En það virkaði. Nú þegar við byrjum að sigla inn, ég ætla að spóla tilbaka. Þegar við byrjum að sigla inn í skurðina, þá lendum við því að straumur eru svo mikill í rón. Þetta er bara 12 hestafla vél, en 3 tonna bátur, sjáðu þið. Þannig að við lendum við því að eitt skipti inni að elda eitthvað að borða fyrir okkur önnu. Hún kallar á mig og segir við erum alveg stopp. Og ég fer upp, vélinn er í hvínandi botni og í lítið land og við færumst ekkert áfram. Og það var svolítið löng leið eftir, þannig ég hugsaði með þetta er smá vesen. Þannig að þegar við komum í bæ sem heitir Arles, ég held að þessi sami bær og Van Gogh skar á sér eyrað. Þá tölum við skipstjóra, það voru svona ferja, þetta er eiginlega sko svona elliheimili þetta var bara fullt af þýskum ellilífeyrisþegum. Tölum við skipstjórann og segjum honum hvaða vesenni við erum búin að lenda í og hvort hann sé til í að draga okkur upp til Avignon. Og hann var til í það. Og þetta er búið að binda bátinn við hliðina á þessu skipi og þannig fyrir þetta stað. En málið er sko, þetta skip fór alveg frekar hratt, það var mikill straumur í ánni og það sem gerist er að við erum ekki um borð í skútunni, við förum bara um borð, fáum bara fínan mat og bara mjög næs. Lítum út, sjáum náttúrulega bara skútan er að fara á miljón og þau. Það hefur eitthvað farið í stýrið. Það var stýrið þegar við komum til Avignon, við náum illa að stýra skútunni, það hefur beiglast og svo var annað, við skildum skrúfuna eftir í hlutlausumgir, þannig að hún snerist mjög hratt. Þannig að þétti hefur brunnið skútunni, þannig að hún lag líka inn í hana. Þannig að þegar við komum til Avignon, þá var sko peningurinn að vera búinn, skútan stýrið beiglað og hún lag. Þannig að þetta var mjög andlega erfitt. En hérna sjáum við samt sko svolítið skemmtilega góða myndir sem við tókum. Þið sjáum hvernig mastiðið komið ofan á og það virkaði allt saman bara mjög vel. Hvernig er ég á tíma? Þú erum svona leiðilega hálfaða með tíma. Já, ok. Ég ætla bara að keyra þetta áfram. Hérna hringi ég systur mína, alveg búin að því. Hún segir, herru, talaðu við Jacques. Það hefði systir mín verið í húsaskiptum, fjölskyldu í Avignon. Hringi Jacques, hann kemur, býður okkur heim til sín og við vorum heima þeim í viku meðan vorum að gera við bátinn. Við hefum heimsótt Jacques síðan. Þau hafa líka komið heimsókn hingað. Þetta var alveg frábært, ég kynntist þarna fólki. Ef maður sér fyrir framan okkur, ég sjá ekki hérna, þá var svona kargóbátur sem bauðst til þess að draga okkur áfram. Hérna sjáum við mynd tekna úr þeim bát, þar sem við verðum að draga okkur upp. Þarna sjáum við aðra mynd, þarna sjáum við þennan kargóbát. Sá bátur heitir Lian. Í höfuð á konunni á manninum sem á bátinn. Hún heitir Lian. Hérna sjáum við fyrsta myndbandið. Hérna er barnið í kulda og hérna er verið að draga okkur og þið sjá hérna hinum einn hvernig þetta fór allt saman fram. Þarna erum við bara með reipi yfir í hana og þau bara tóku þetta á sig. Þau dróðu okkur alla leið upp til Lyon og svo gátum við farið að einn vélarafli upp til Dijon. Þar pökkuðum við skútunum saman, hérna sjáum við önnur Bryndísi með farangurinn og við erum búin að klæða hérna yfir eitthvað á skútunni og þarna voru ískallt
og við hituðum bátinn með gashitara þegar við gátum og þetta var orðið svona frekar napurt, þetta var ekki sama stemmingu í Miðjarðarhafinu. Nú ég fekk spurningu kostnaðinn. Þetta, þegar við lögum á stað, þá vorum við búin að safna sikkur í 1,5 milljónir. Lögum það bara á sameiginlegan reikning og þetta skipti svona sirka bát svona niður. Skútan var rétt tæplega 1 milljón, viðhaldið var búin að 0,5 milljón, svo uppihaldið var svona 1,5 milljón og hafnarplássi í lokin. Þetta var svo spot on hjá okkur að þegar við vorum búin að pakka bátnum og vorum að skilja við henni í Dísjón, þá fórum við út að borða og það var synjað. Við áttum með pening sko, þetta var með sameiginlegt kort fyrir sem þetta var kortið fyrir skútureisunar og það var búið. Og þá vorum við búin að borga hafnarplásið í 1 ár. Fórum að borða á peningabröð, það var ekki lægi sko, það var bara fyndið hvað þetta voru akkurat 3 milljónir. Þetta var 2013, þannig að þetta eru 4,5 þá ef ég nú verði þá upphæð. Eða bara akkurat, það var 4,400.000. Það er nú upp með að við gengið í dag. Hvað lærður þú úti? Í Ástralíu. Ég var í Iðnhönnun, Industrial Design, já. Sko, þetta er 2013. 2014 þá er báturinn í Dísjón og þá förum ég og pabbi minn, ég þarf að stoppa stuttu þetta, þá förum ég og pabbi minn og við förum á mótor í gegnum restina af Frakklandi og förum í gegnum meir en 100 skipalása. Það var svolítið skemmtilegt. Við vorum meira á hverju degi, fórum í gegnum alveg fjöldan allan af skipalásum. Þarna var gott veður og þetta var stemming. Þarna hins vegar hitt ég amatör. Þarna var ég ekki búinn að fá kynnast þessu radioamatörn hobbyi. Þarna förum við í sem sagt, þetta var þannig að maður með bók sem segir á hverri síðu hvert út að sigla í þessum skörðum. Og þegar við erum komin í norður Frakkland og erum á síðustu blaðsíðunni, fara út úr ánni inn í höfnina í Le Havre, þá gerist það að skalinn í bókinni breytist og þegar við komum út í sjó. Við föttum þetta ekki, þannig að við vorum heillengi á mótor en sem vorum með annan bát í slagtogi með okkur og þar var amatör um borð. Hann var, mér minnir að hann var frá Sviss og hann var að senda út úr skútunni sinni og hann lét mig fá QSL-kort, ég er búinn að tína. Þar var að finna það, ég vissi ekki hvað þetta var á þeim tíma þar ég sé. Nema hvað? Þriðji hluti. Nú fyrir þetta að vera svona kannski öllu skemmtilegra. Þarna erum við komið smá reynslu af því að sigla og Norðursjórinn, hann er náttúrulega, við erum hérna í Miðjarðarhafinu, það er flóð fjara er leikin eitt, það er gott veður, svona rosalega þægilegt umhverfi til þess að sigli. Hérna, planið var núna, við erum komin hérna í Norður Frakkland. Nú var planið að sigla skútunni því að við vorum bæði komið með störf í Danmörku. Og hérna, Anna er læknir og hún var fyrir sérfræðinám í læknisfræði og þannig að við ætlum að vera þar í nokkur ár. Og þannig að planið var að sigla skútunni héðan frá Le Havre, meðfram hérna og síðan upp til Danmerkur. Við sáum að það gat gerst að við myndum sigla það langt frá landi að VAF-stöðin myndi ekki ná sambandi. Þá er þetta bara að verða svona öryggisissue. Þannig að ég vissi að pappan satt það. Hann var stress. Ég vissi að hann vissi eitthvað um radio og þannig ég ákvað að tala við hann og spurja hann hvað ég gæti gert. Því að nú vorum við að fara og ég held að það hafi nú bara verið 2-3 mánuðir þar til við vorum að fara í þessa ferð og hún er miklu lengri heldur en það sem við siglt áður sko. Við sigldum hérna, þetta var bara svona hobbysigling í Miðjarðarhafinu, vorum bara að sigla miklu lengra og veðrið getur verið miklu verra og þetta er allt saman svona aðeins meira alvöru. Og það var stundum tími til stefnu og sko það sem við ákváðum var að hann átti þetta tæki, dóttir hans hefði verið í ferðalagi og ég kaupi þetta tæki af honum og þetta var ágætt. Þekkið þið þetta? Ég sé bara stendur yrði. Það er ekki gerfirnöldu sími? Þetta er ekki sími, þetta sendir bara staðsetninguna og það er að fylgjast með okkur á webnum, bara nánast í, ég man einhvern veginn að sendi út á tíminu og frestið eitthvað staðsetninguna. Þannig að þá var þetta að trakka okkur og
foreldrarnir og önnur til dæmis hringdu einu sinni, þá voru að fylgjast með okkur og þau hringdu og þá voru okkur myrkur, þá voru ykkur að sigla í myrkri og þá, þau voru þá svolítið stressuð, lágu alveg yfir vefsíðinu þar sem að þau getur trakkað okkur, svo bara hringt, bara leið og svoleiðis settist, sko. En sem var annað, þarna árið 2015 og þarna orðið miklu betra fyrir okkur að skoða kort. Hérna komið app í iPad, þannig að við vorum með iPad sem var GPS cellular, Wi-Fi cellular, þá var það með GPS módul í iPadin. Og þá gáttum við notað app sem heitir Navionics og þá kaupum við bara kortin fyrir það svæði sem maður ætlar að sigla og við vorum náttúrulega með tölvuna með GPS-punktum en það til vara en þetta, við þurftum aldrei að nota vara, við notum þetta bara alla leiðina sem við sigldum upp til Danmerkur. Þessi mynd hérna er svolítið skemmtileg því að ég tók þetta skjáskot, ég tók það sjálfur þegar hérna erum við að slá hraðametið á bátnum. Við erum að sigla um 10 nútum af því að við erum að fara hérna norður fyrir hennan skag, þetta er Dover Strait, hérna þetta er þrengsta bilið á milli Frakklands og Bretlands og við erum að sigla þetta þegar Atlantshafið er í rauninni að fara að hrækja okkur hérna í gegn og við lögumst á fullkomnum tíma og þetta var alveg frábært að slá þetta með. Þá eingöngu á seglum? Já, við vorum eiginlega alltaf á seglum. Það var eiginlega bara inn út úr höfnum sem við vorum á mótornum, sko. Ég held að við höfum fyllt á tankinn kannski tvisvar, yfir þetta 5 mánaða tímabil, sko. Við notum það eiginlega aldrei. Já, þetta augljóslega tók ég ekki, þetta er bara mynd sem ég tók á netinu, en þetta sýnir svona hvernig þetta virkar. Þetta er bara eins svona intuitivt og þetta getur orðið, sko. Og þetta virkar alveg frábærlega vel. Og Ísland er hérna inni líka þannig að þetta notum við. Hérna erum við að bara mæta í bátinn en kannski, já, við erum að mæta í bátinn í Norður Frakklandi og erum að fara að leggja á stað þessa reysu. En það er vert að nefna að hérna er ég komið með, byrjaði svona að fá áhugann á radíónu. Af því að ég hitt Andrés, en við erum með þetta iridium tæki, en þarna er svona einhver lítill djöfull hérna á mér að kalla, þú veist. Og það er nú ekki skemmtilegt að við gætir kalla át á 20 metrunum. Ok, ég vissi þetta ekki hvað það var þá, en hérna, þið vitið hvað er að fara. En þarna erum við að koma inn í hann, við vorum búin að skilja við bátinn þarna í hálft ár. Nei meira, sko 9 mánuði. Og við erum bara aðtöfra. Það var bara í fullkomnu standi, sko. Það virkaði bara allt saman mjög vel. Þetta er í fyrsta skipti sem við erum að sigla hérna, þar sem við sjáum ekki lengur til lands. Já, bara, þetta var bara skemmtileg upplifun, það var bara sjór í allar áttir og ég veit ekki hvort að Baffarstöðin hefði náð þarna eitthvert, sko. Hérna erum við komin inn í Holland. Hérna erum við að sigla, ég nefndi þetta áðan, við siglum í gegnum, við vorum að spjalla í sófanum áðan, við siglum hérna, það er leið inn í Hollandi. Við sigldum þess að Norðursjón, svo fórum við inn í Holland. Það er hægt að sigla leið sem þetta er standing mast route. Við þurfum aldrei að taka seglið niður, heldur lyftast alltaf brýtnar. Þannig að þarna erum við bara í kraðækjum með fullt af öðrum seglskútum inn í Hollandi. Þetta var mjög sérstakt. Svo stundum koma tréklossar niður úr veiðistöng og þá borgar maður í skóinn. Þannig að það var ekta hollenskt. Þannig að við ákveðum að fara smá dítur og prófa að sigla með vasturreipi inn í Holland. Það er mjög skemmtilegt. Við fórum síðan gegnum Kílarskurðinn. Hérna tók ég svona timelapse vídeo af því. Þá þurftum við að vera með vélina í gangi, en það mátti vera með framseglu uppi til þess að hjálpa sér. Þannig að við gerðum það, þannig að vélin er í gangi allan tíman. Og það var svolítið sérstakt að koma fraktskip hérna fram og tilbaka fram hjá okkur. Og hérna, þetta tók okkur svona 1 dag að sigla. Já, þið taka fram á þér? Já. Hérna erum við komið svo til Danmerkur, þannig að þarna vorum við búin með þessa siglingu. Það sem gerist í Danmörku, hérna sjáum við leiðina hérna sigldum, hérna sjáum við ekki lengur til lands, svo fyrir við hérna inn í Holland, hérna upp í gegn, svo hérna norður. Það sem gerist hérna í Danmörku er að ég kynnist þessum hérna. Þetta er, þekkið þennan, Ómar Magnússon. Og hann átti heima bara rétt hjá það sem ég var að vinna.
Og hann var svo skemmtilegur að hann leiði mér að koma og hlusta í radíónu og kynna mig fyrir klúbbnum þar. Og svo var annars, veit ég, Björn Madsen, hann var Óskarsólur 6 á Óskarmæk. Og þeir tveir voru svona, já, hættir að vinna og voru til í að, aðeins að peppa mann í þessu þannig að við ræddum mjög mikið hvernig við ættum að setja stöðina borð í bátinn, en nú er ég komin til Danmörku. Ég þurfti í rauninni ekkert stöðina bátinn þar, en planið var að sigla inn í sjó til Íslands. Þá myndi ég þurfa á stöðina. Og hérna er ég búinn að, síðan kaup ég svona Ecom IC 7000, þetta er ekki 7000, já, af Andresi og set hana upp þar sem við áttum heima í Danmörku og er með 2 loftnet, eitt sem að svona dýphól sem ég set á svalirnar hjá mér, sem mynd sem fyrir hérna og svo erum við eitt svona lengri sem ég tengdi út í trén sem þið sjáu hérna á myndinni hérna hinum megin. Og þarna byrjaði ég að senda út og fannst það mjög skemmtilegt. Og þarna er ég komið áhugan á radíónu og það er rauninni ekkert endilega tengt skútunni og skútan hafi rauninni verið það sem tóða mig inn í það hobby. En hugmyndin er síðan alltaf að ég verða að koma stöðinni borð í bátinn þegar ég sigla honum heim. En síðan gerist það að hún, Anna Bryndís, verður ólétt af fyrsta bátinn okkar. Og þá svona fyrir að spá, er gáfulegt að ég fari á 8 metra dalli yfir Atlantshafi til Íslands? Örugglega ekki. Það er örugglega ekkert sniðugt. Þannig að við ákveðum að sigla henni ekki til Íslands og selja hana. Og við gerum það 2019 og flytjum þá heim. Þannig að við áttum hana frá 2013 til 2019, sigldum henni í Miðjarðarhafinu, Norðursjónum, Frakkland, Belgíu, Holland, Þýskaland, Danmörk. Svo við mætum til Danmörku 2015 og siglum hana í 4 ár cirka í Danmörku, í kringum Fjón og þetta var alveg frábært. Geggjaðist aðlega á skútu í Danmörku. Þá komum við á næsta kapítula. Við erum búin að kaupa okkur sem aðra skútu. Og hún er af gerðinni Bandholm 30, hún er í Danmörku. Það sem gerðist var, ég er að vinna í Borgartúni og ég horfi út á sundin í vinnunum minni og ég var að síðasta sumar, þá sat ég inni og ég var að horfa út og ég sá báta vera að sigla og ég hugsaði, hvað er ég að gera? Ég er hérna inni í Excel, af hverju er ég ekki út að sigla? Og ég fór að skoða báta, svo fyrir að ræða við hana, ég segi, var ekki geggjað að væri með skútu? Sigla með krakkana, nú erum við 2 börn. Og hún segi, jú, veistu hvað, það væri bara, það er gott, góð hugmynd. En ég byrja að skoða báta og enda með 5 báta sem ég vil skoða og ég fer út núna í janúar og ég skoðaði þennan og kom bara í þess að ég þurfti ekkert að skoða hinn. Og þið sjáu, ég benti ykkur áðan á kjölinn á hinni skútunni, munið, það var svona 5 kíló stuttur, stýrið á berskjálta. Þið sjáu, þetta er svona einkenni báta sem eru hannar til þess að sigla úti á rúmsjó. Með stórum kili og þessi bátur hann er aðeins lengri, þannig að hann er 30 fet, þannig að hann er 10 metra cirka. En hann er mun betur til þess fallinn að sigla út á sjó og sérstaklega því að hann er 4,5 tonn. Hinn var 2,8, þessi 4,5. Og, já, 4,7 metra. Og þannig að hann er miklu þyngri, aðeins stærri og hérna sjáum við mynd af honum. Og sá sem að seldi hann gerði hann upp í 2 ár og sigldi hann með 3. Það kom í ljós og báturinn það djúpur og hann kemst ekki út úr höfninni hjá sér nema á háflóði. Þannig að hann er svolítið takmarkandi fyrir hann. Þannig að hann gæti sér annan bát og seldi þennan. Og hann kemur hingað til Íslands núna eftir, hvað mánudagur er í dag? Já, eftir mánuð, eða slettan. Hvað er ristir þessi? Þessi er held ég 1,6. Ristin, já. 1,5 með 1,6. Hvernig ætlaðu að sigla honum heim? Kemur hann með skipið eða? Já, hann fer bara á flutningabíl upp til Hirtshals. Þið sjá að það er svona vagga hérna undir og svona litlum hjólum og hún fer með og svo fer hann í Smyrline Cargo til Þorlákshafnar. Og ég fer þá til Þorlákshafn, setjum masterinn og siglanum kringu Reykjanesi hérna inn og bak við Hörpu. Hérna séu ég bara að sýna ykkur munin að þeim og það er svona kannski það helsta hérna er hvað stýrið hérna. Við erum einu sem brendum okkur á því munið að það skemmt,
laskaðist. Það hefði ekki komið fyrir á hinum bátnum. Svo er hann miklu stærri vél og hann er miklu betur búinn. Þetta sjáðu þið fleiri myndir á honum. Þetta er fallegt. Ég finn lyktina á þessu, á dekkinu. Meiri loftæð líka? Já, meiri loftæð. Hann er 1,90 inni, þannig að ég gæti staðið uppréttur inn í þessum. En þá er sko spurningin með radíóið. Ég er augljóslega að fara að setja stöðina um borðin á bát og er búinn að vera að pæla sko hvernig það ætti að eiga sér stað. Og það eru náttúrulega einhverjir fróðari menn sem vantilega sitja hér inni sem geta leiðbeint mér betur hvernig ég á að gera það. En þá er spurningin, þarf ég þess? Hérna er kort sem ég fann á útbreiðslu á 5G og 4G neti. Þannig ég gæti þannig séð siglt sko fyrstu árin. Ég er ekki að fara að sigla neitt hérna lengra út frá sjó heldur en eitthvað hérna nær. Þannig að ég sjá fyrir mér að ég er að fara að sigla hérna inn í Hvalfjörðinn, Breiðafjörð og mögulega hérna Hornstrandir. Hérna ætti ég að vera frekar vel coverað þegar kemur að sko bara sem öryggistæki. Besti staður á Íslandi eru Hornstrandir, þá næri enginn í mann. Þú ert að nýja Hornstrandirnar. Það er bara 64 mílur hérna til Grænlands. 64. Já, ertu að segja Eyjafara? Já. Já, einmitt. Þetta er dásamlegt plan. Ertu að tala um með þetta? Alltaf það, já. Já, heldur að virkar ekkert á þessu? Þú voru að setja stöðin í bátinn. Þetta er Já, svínandi. sko ekki miskunnum mig, stöðin fyrir bátinn og þessu sko. En það er bara að þú setur stöðun í bátinn af því það er svo skemmtilegt. Já, akkurat. Síðan er þessi hérna möguleiki kominn, þetta Starlink. Nefnum að það var vist einhver uppfærsla á þessu, þannig að það var vist hægt að nota sko einhvers konar húsbíla útgáfu af þessu sem kostaði ekkert svo mikið út á sjó. En nú er vist búið til svona geofencing á það. Þannig að það er að taka einhverja sjóútgáfu, þá er hérna, hvað er þetta, 50.000 krónur á mánuði. Ég er ekki tilbúinn að borga 50.000 kall á mánuði til að vera með einhverja hárhraða internettengingu borð. Ég þarf þess heldur ekkert. Þannig að það er, hérna fann ég sko eitthvað svona skema hvernig ég myndi setja þetta upp. Þetta er fyrir eitthvað basic, ég veit ekki hvort þið þekkið, þetta er hérna KISS. Þetta á að vera aðstofa við loftritið og vera mótvægi inn í bátinn. Ég las svona mixed umfjallanir þetta. En stöðum fyrir borð í bátinn og ég þarf bara aðeins að finna út úr því hvernig ég jarðtengi og gera þetta allt saman. Ég er með svona KISS í bílum hjá mér. Já. Og reyndar erum við jarðtengt í bílinn líka og ég keypti þetta einmitt til þess að setja þetta í bát sko, þetta KISS. Og ég bara veit ekki hvort það virkar ekki. Það virkar græðurna fínt hjá mér sko. Já, einmitt. Ég veit ekki hvort það er bíllinn eða báturinn sem er jörðin á móti. Já, báturinn er náttúrulega trægaplast allur. Það veit ekki. Já, svo keypti ég þetta. Þetta nefndi ég áðan. Þarna get ég tekið inn AES-merkið, GPS-merkið og setta út sem Wi-Fi og þá get ég tekið það inn í iPadinn og þá er ég með Navionics, sé kortið og AES-upplýsingarna frá hinum bátunum. Þannig að það verður mjög skemmtileg útfærsla held ég að sjá það þannig. Þannig að við erum komin, varðandi kortinn, við vorum í tölvunni inn í bátnum með GPS-módulinn og við erum bara með iPadinn inn í cockpitinu, ég held að þetta verður alveg brilljant. Og ég er búinn að banda þetta á, þetta er komið, þetta er í bátnum. Ég er bara að tengja þetta. Ég pantaði alveg hauga drasli, sendi það til fyrir eiganda og ég vona bara að það skilir sér allt. Hann er búinn að setja upp, ég keypti líka björgunarbát, hann er búinn að setja hann upp fyrir mig og svona. Sko hérna er svo spurningin sko, hvað þurfum við? Við þurfum að vera með VFF, við þurfum að fá veðurspár, eiga auðvitað við land, sjókort, veitum hvað við erum. Við þurfum ekki nettingu, við þurfum ekki amatúrstöð, en til ánægju, þetta er skemmtilegt. Þá mun ég setja hann á borð og mögulega verða öryggistæki þegar við förum að sigla lengra út. Og svo þurfum við líka að vera með e-purp borð og ég er búinn að kaupa, nei ég er ekki búinn að kaupa hann, en ef við förum að sigla lengra frá landi þá verður þannig stöð aftur borð. Og svona þetta er planið í vor þegar kemur þessu. Þannig að ég vona að farsímanetin muni duga fyrir það sem við ætlum að sigla hérna. Svo er það bara að setja radíóstöðun borð og byrja að kalla CQ. Ég er mjög spenntur fyrir því og ég hef ekki beint góða aðstöðu heima hjá mér til þess að setja upp stöðuna. Þannig að ég er mjög spenntur að geta verið með einhvern svona stað fyrir það, til að vera með einhvern sjakk út í garði. Konan myndi ekki taka vilja í það.
hún er miklu meira áhuga á skútusiglingum heldur en radíóinu, sko. Hún er ekki alveg búin að kaupa radíóhobbyið eins og ég. En þetta var síðasta glæran. En akkur ekki í skipastú? Ég meina, 2182 er opið hér á Íslandi, í Danmörku og á Grænlandi, sko. Hvað myndi ég fá úr því sem ég fengi ekki hérna? Ég myndi halda að þetta væri aðeins meira óstabilt heldur en eitt. Stundum er engin skilyrði. Og þú nærði ekkert. Ég man ekki til þess að ekki ná 2182. Ég er trúnað þar einn, sko. Ok. Þetta er skiptörn. Já. Þú er kannski að hugsa að tvískipta, sko, annars vegar, sko, amatúrdæmi er eitt alveg. Já. Og svo kemur öryggi og sjó hitt. Já. Og þá þarf að hugsa, sko, hvert ætlar að sigla. Og ef þú ætlar að vera innan 50 milna, þá ertu bara með AES og 16 og VFF-ið og hugsaður ekkert meira. En ef þú þarft að fara til Grænlands, þá þarf að hugsa dæmið aðeins lengra. Og þá þarf að hugsa að vera með allavega með gerfinhættasíma og einhverja slíka græjur, sko. En ég veit ekki eins og með, sko, gömlu, hérna, 2182, það er eitthvað hlust á það, er það ekki ekki? Jú. Þannig að þá er það sjóstöð, sko, með þeim rásum festum inni, sko. Akkurat. Svo verður slökkt á tökjunni við bráðum og það er það sem nær lengst. Já. Það er ljósbláa svæðið þarna í kring. Já. Er það hvað segirðu? Það er á dögulegstanum 2G. Já. Það deyr. Okkur segir það náðu lengst, það nær ekki lengri en 4G. Það er, sko, Ég ég veit ekki hvað er mikið útbreiðsla á 900 megra 4G. Ég meina, það er líka 700 og 800. Það er eins og lægri tíðnisviðum heldur en 2G. Það er í frænka með tvær, sko. Ég veit ekki hvað er að setja. Eina niður frá, Það verður mikið. og eina til að fara til Grænlands. Ef ég mann rétt þá er þetta ljósbláa 4G. Já. Er það ljósblá og hvað Það segirðu? er að kenna líka Það er 4G. Ég man ekki hvað hann heitir. Það er bara að senda. Það besta, Það sem er, það besta að gera. eitt sem nefnt að það í þessu, því að við erum að tala um síma eða talstöð, VFF þá sérstaklega. Sími er hentugur bara til að tala við einn aðeila. Á VFF að heyra allir í þér í næsta nágrenni. Já, akkurat. Það er öryggisþáttur. Sími er aldrei beint öryggistæki af því að hann er góður en VFF er alltaf fljótari aðlar næðir að sækja þig út á sjó með talstöð heldur en skútan ekki stærri en 6 einhver símasambandi. Hvað sér þið? Er hún ekki lengri en 6 metrar? Já, hún er 10 metrar. Það er eina stutta sögur. Já. Ég var einu fyrir siglum frá Kirkjunes, ég var að vinna upp í Barentshafi og stýrimaður var að þrífa tækin, sko. Og opnaði helvítið neðanhappan og var að þurrka á honum og það fór allt í gangi. Og þeir heyrðu í okkur á PGA. Fiji? Já, og höfðu samband strax, þeir voru þeir fyrstu, höfðu samband strax fyrir norsku landhelgisgæslun og þeir kölluðu í okkur og hérna, en það var bara gerðsum æfing. Þetta var 8 megrið. Þá voru hún skoðanskip. Nei, það var bara neðan Já, hún er það. Það er annar Já, gammundinu. það er sennilega sendt á HF-inu garðar, sko. Já. Hún er skráð, hún er skráð í Pólandi. Þannig að ég get komið með henni hingað, borgað henni vask, en hún er bara eins og önnur erlend skúta hérna. En ég mun svolítið setja hana á íslenskt stafnfæri. Ég er ekki að reyna að koma mér undan því. En mér var bara bent á að þetta væri kannski þægilegt, því að þetta var frekar þægilegt ferli að skrána í Pólandi. Ég veist þetta að taka VFF-próf. Þetta var svona smá einhver krókur sem mér var leiðbeint í gegnum. En ég skrána þar og hún er komin og ég er búinn að vera í samskiptum við Samgöngustofu. Og ég get bara sett hann í Íslandsstafnfæri til ég kem hingað. Það er mjög margir sem að hafa skúturnar sína skráða í útlöndum af því það er miklu ódýrara. Síðasta drillan mín var í Pólandi. Er þið hinn kostaði 1 milljón, hvað kostaði þessi? Já, ég get sagt ykkur það. Þessi skútan kostaði 100.000 danskar sem er 2 milljónir. En þegar allt er komið til alls þá mun hún kosta cirka 4 komin hingað til lands. Þannig að það er virðisaukaskatturinn, það er björgunarbáturinn, það er búnaðurinn sem ég keypti, flutningurinn. Þannig að þetta mun enda í svona rúmum 4 milljónum. Það er mismunandi 10-15 einkavélar sem eru skráðanlegar sem eru hér búin að vera í mörg ár.
Það eru flugvélar á skútur? Já. Nágrunni minna þyrlu skráða í Noregi. Já. En hún er alltaf að skráða þetta núna og ég er bara búinn að vera í samskiptum við Samgöngustofu. Þau setja ekkert út á það sko. Nei, þau fá líka fullt af peningum á þessu. Það er ekki Samgöngustofa. hagstæðan fyrir Íslands stjórnvöld að halda læra svona. Jú, þetta borgir sig að hafa skráð í Pólandi bara skoðunargjöldum og kostnaðin og eftirlítið og gerir þetta allt saman bara borgar eins og í Pólandi. Ég veit ekki hvað það kostar hérna fyrir skemmtibát skútu, það er sjálfsagt einhverju 10.000 sko að láta koma og skoða á það. Já, en þú gerir það bara upp á skoðun og svo gerir þú sjálfur. Já, 3 ára fresti. Þeir koma að gera það sjálfur? Nei, þeir eru alltaf að koma 3. hvert ár. Já, akkurat. Er það 3. er ekki 5. hvert ár? Nei, 3. Já, hérna heima. Það voru þú að fara út 3. hvert ár? Nei, ég... Nei, Ísland ekkert að Póland er ekki neitt. Nei. Það kostiði 100 skall að skráða út í Pólandi. Borgaði einhverjum nokkra 10 skallar fyrir að taka þetta á AFF-próf til að senda með, til þess að fá MMC-númer fyrir stöðina. Já, það var ekki flókið sko. Ég fór bíða svolítið lengi eftir að fá MMC-númerið 4 vikur eftir svoleiðis. Ég var með skútu hérna einu sem ég skráða í Bretlandi. Ég borgaði 26 pund fyrir 5 ár. Já. Það var allt sem þurfti. Já. Allt upp að 12 metrum. Já. Já. Tryggingarnar, það voru, ég held að það væri 1000 evrur, en það voru 1000 danskar, það var 20 skall fyrir árið. Kostnaðurinn er minni en fólk heldur oft, sko. Þetta er alveg gerlegt. Aftur að radíóstöðinni og amatúrstöðinni, það er náttúrulega dásundin við að vera með litla amatúrstöð á skútu, vera á skútu, þannig að maður kemst á skemmtilega staði. Það er ýmsir vítar landið þar sem maður getur rétt hjá á ströndinni og virkja vítana eða ýmsa fjallatoppa sem maður hafa fáir komast á. Já. Það er ekki á margarstaði á Hortströndum. Já, einmitt. Það er ekki, maður svo sem að róast með batti, maður þarf nokk ekki að fara langt yfir í fjörunni við Hortstrandir og þetta við geta náða alveg ágætis með góðum 20 metrum hingað og þangað sko. Akkurat. Ég held að þetta muni opna algjörlega nýja vídd fyrir mér allavega sko. Það var 1977 og þá voru 2 amatúrar sem ég var að skoða gamla amatúrlokk á 1977. 1. júni hafði ég forsamband við 2 amatúrar, 1 amatúr fyrir því Axel Sörvarsson hitti og þeir voru að flytja skútu þarna ekki frá Danmörku. Nei. Og Bretlandi. Og það náttúrulega hefur fengist einhver rosa reynsla af þessu en ég hef ekki séð eitt skrifað það. Hún var ekki nema 24 fett ef maður rétt. Það er svo sem aður, það hefur gaman að sjá sko reynsluna af þeim. Þeir voru bara rétt sunnan við landi náðum á 3,5 metrar. Já, hvernig var þetta? Það var 77. 1. júni, það er og það var Mossi. Já. En ég meina, það sem maður saknar kannski mest að maður hefur komist yfir neitt data þetta sko. Þú getur ábyggilega að googla Það hefur gaman að sjá það. Það var hjá blöðum. Það var í blöðunum sko. Þú getur googlað að finna þetta á tímarinn. Það er radíó að þurfa að smíða skútu hérna upp á Kjalarnesi. Já. Stóra skútu. Stálinn. Já. Það er dóttir hans Stefán sem var skútunni sem hann var að tala sko. Hún tók amatúrpróf hérna fyrir ekki löngu síðan sko. Stefán hefði kannski rukkað hann hérna. Stefán geti sagt þér allt þetta, því þið er SE. Já. Hann á heima á tenni held ég núna. Ég veit með einhvern sem hefur siglt eða verið með amatúrstöð sem hefur það verið á skútu. Ekki íslenskt fyrir þetta. Til margar SSB stöðvar, amatúrstöðvar líka og Seilmeil er vinsælt fyrirkomulag. Smá áskrift á því, en senda skilaboð með HF og það var vinsællega sko, en til komu fuglanna hans Músks, þá
Hefur það svona kannski orðið minni ásókn í það? Já, Silmer. Já, Silmer. Þessi heimilishattur hérna, hann víst nokkuð öflugur. Heimilishattur? Þannig frá Starling þeim. Já, ertu ekki að tala um? Já, maður sé að það Já, Það ekki í roaming, sko. Þú mátt ekki vera með það á hreyfingu. Þetta hérna? Nei, þetta fyrir heimilin, sko. Já. Þetta hérna, ég hef séð fólk á skútum vera að nota þetta hérna. En bara kostnærin bara svona óþægilega hár. Ari talaði að mætti vera eitthvað í kringum 5 metra. Nei, 5 kilometra á klukkstund. 5 kilometra á klukkstund? Já, það var mjög lægi. Sagði ekki að það væri húsbílar dæmi? Jú, sko, það var útgáfa sem fólk var að nota. Já, það var svona fólk að nota einhverja húsbílaútgáfu og ég var bara að lesa nú bara í síðustu viku og var búið að taka fyrir það að þú getur tekið þá útgáfu út á sjó. Og það kom einhver svona geofencing, þú gast ekki farið að nota það þar, já. Og kom með einhverjar, hérna, bátaútgáfu sem að verðið er hærra. Já. Sko þessi bátaútgáfa, sko þeir eru að setja það bara hérna á togarum. Já. Það meikar meira sens, finnst mér. Þeir eru aðeins, já. Ég er ekki að fara að borga 50 skall á mánuði fyrir internettengingu. Þeir eru að nota þetta bara á skemmtiferðarskipum. Litlu skúturna sem að... Hann náttúrulega lætur í borg. 2 mönnuna. Það sem þarft að nota þetta. Hvað segir þið? Þeir eru ódýrt hérna innan maður, þeir eru þetta á förstu landi og þarft þetta ekki. En hann lætur í borg að það sem þarft virkir á þessu halda. Já, það er korrekt. Það fyrir úti það sem hefur aðra kosti. Það fer allt eftir í hvað þú ætlar að vera, sko. Ef þú ert í símasambandi, þá getur þú bara fengið lítið Wi-Fi loftnet á skútuna. Nákvæmlega. Þannig að þú ert bara með allt í gegnum síman hjá þér. Akkurat, þess vegna var ég að skoða sleppir öllu þessu bulli, sko. Akkurat. Og ef þú ætlar að vera innan 50 mílnana, þá ertu bara með Wi-Fi og AES-ið. Algjörlega. Og ef þú ætlar að fara eitthvað lengra, þá ertu bara, færðu bara gerfinhættasíma. Og þá þarftu að tala bara við Landhelgisgæsluna og segja hvert þú ert að fara. Og þá biðja þeir að tilkynna sig á 3 til 6 tíma fresti, sko. Já, þetta er algjörlega planið. Þess vegna var ég að skoða þetta hérna, því ég verð bara með eitthvað Wi-Fi-punkt. Svo er það að þú eru líka, ef þú ætlar að fara út fyrir 50, þá verður að hafa réttindi til þess. Réttindi sem eru sennilega bara strandaréttindi. Já, en ég er ekki viss hvernig virkar að fá þau. Nei, það átt að taka viðbót þar hjá Kjartani. Já. Það er viðbót þar. Jaktmaster offshore. Já, ég held að þetta var til Bretlands til þess og enginn var að gera þetta á fólkra. Við tekjum á stýrimannaskólum ákveðin námskeið. Þegar ég reglugerð var ekki skemmtibátaskírteini, sko. Já, ok, áhugavert. Ég vissi þetta ekki. Hann er að kenna það sem ég ætla að nota. Já, snilld, sko. Því ég var búinn að skoða varðið bátinn sjálfan. Hvaða búnaði ég þurfti að hafa til þess að það væri til útafsiglinga og fyrstu randsiglinga og sem þetta takmarka farsvið. Þannig að ég ætlaði að fylgja því. Ég vissi ekki að ég þurfti að taka þarna Jaktmaster offshore. Bara strandsiglingar. Því ég er ekki viss að þeir hafa verið að gera það sem hafa verið að sigla hérna yfir. Nei, það er engin, ég held að það sé ekki viðurlög við því. Nei. Sko þeir sem eru á erlendum skráningarnúmerum, þeir hafa ekki réttindi til að spyrja þá. En þeir sem eru á íslensku skráningarnúmerum, ég held að þeir þurfa að hafa þessi réttindi. Já. Þá fallaður þeir sem eru á íslensku. Það er samt áhugavert að því að ég talaði nokkuð margar sem hafa að sitja það yfir. Ég held að enginn hafi verið að taka þessi... Nei, en þetta snýst náttúrulega líka tryggingar. Hvaða tryggingar þú veist með og fleira. Það er enginn að sekta þið en ekki fyrir að vera ekki í þessu, sko. Eða vera ekki með Jaktmaster offshore. En sýrt hingir í heiminn og þannig að það er ekkert, mun enginn stoppa þig. Nei, akkurat. Sérðu að þú skilta að fara til Grænlands eitthvað? Ég hef alltaf ekki búinn að skipuleggja það næstu 2-3 árin. Planið var að sigla inn í Faxaflórum, inn í Breiðafjörðinn og svo Hornstrandirnar. Það var svona það sem ég ætlaði að gera næstu 2-3 árin. Ég á unit sem fyrir Grænland. Þegar þú komin á 200 miljónum, þá tilkynur þið inn í Grænland og svo fer þetta í gang og þeir fylgjast með hversu. En Ísland, þá þarf alltaf að vera hringja og tilkynna ef þeir náðu ekki að flugveiginum alltaf tveim eins og á vesturströnd Grænlandi upp í Thule, þar náði ég ekkert maður. Ég náði eina útvarpsstöð í Boston og það var trafík. Ég vissi allt trafíkina í Boston. En hefði ekki eitt einasta lag, sko. En þú mátt eiga þetta.
ef þú hefur áhugaður. Ég skal finna það, ég er með það í biskun. Ég legg mikla vona við hérna að við getum gert innrás í Noreg og það er til Jan Mayen í D-expedition. Já. Það er allir slefandi hérna yfir hvaða eigjar og íta er hægt að... Já. Ég er bara, það var bara komið tilhjóð til mín líka sko, því ég er mjög spenntur að gera það líka. Ertu komið með bungapróf? Já, þetta er ekki skemmtibátapróf. Það er svona útgáfa, ég get ekki verið strandveiðar og... Getur við þá farið með snið í kort og svona? Já. En það er svona takkmarkað þegar við ert með þennan hérna, þú veist, í iPodinu. Nei, það er svo rosalega þægilegt. Þú voru að læra það líka sko? Já, og sem maður gerir þegar maður tekur það próf. Hefur við ekki að þakka Einari Smára fyrir. Það er mjög góðar og gagnvirkar upplýsingar hér. Eins og best er. Reynir verður hér aðeins áfram, þannig að þess vilja spyrja hann. Ég hugsa að hann hafi ekkert lært minna hér af ykkur. Þetta þýðir að honum og það verður ekki betra en það. Þakka fyrir Reynir. Það var vel gert. Það varstu smá grein. Grein? Víst maður segir það? Nei. Það ég segir að ég hringi þetta. Þá bara kaffi og kökur og skrifi gestabókina.